Stór hluti af klippivinnunni handavinna. Það sem þú þarft að fá eitt skot til að krossa um. Elísabet Rónarsdóttir einn helsti kvikmyndaklippari landsins. Hún hefur nýverið lagt lokahönd á klippingu kvikmyndarinnar Kontraband í leikstjórn Baltasars Kormáks. En Elísabet hefur klippt fjölmargar athyglisverðar kvikmyndir eins og Inhale, Reykjavík Rotterdam, Sumarlandið, Brúðgumann, Blóðbönd, Hafið og Bye Bye Bluebird. Elísabet á einnig að baki heimildarmyndir eins og Iceland Future of Hope og Stelpunnar okkar. Og ekki má gleyma þrívíddarteiknimyndinni Þór sem nú í sýningum. Ég hef náttúrulega alltaf haft áhuga á kvikmyndagerð og það byrjaði þannig að ég fékk vinnu á símanum hjá Sýn sem þá var auglýsingagerð fyrir löngu síðan og kynntist þá svona kvikmyndagerðinni sjálfri. Ég hafði alltaf haft áhuga á kvikmyndum, safnaði prógramum í gamla daga, þá fékk maður prógram með bíómiðanum sínum. Safnaði þeim og skrifaði ég með dóma á það, ég á alveg heil skókassana fulla af gömlum bíóprógramum og ákvað eftir þessa reynslu mína hjá Sýn að fara í kvikmyndaskóla og einbeitti mér að kvikmyndatöku og ætlaði alltaf að verða kvikmyndatökumaður. En svo var það bara einfaldlega ekki að henta mér, ég átti börn og tíminn hentaði mér ekkert sérstaklega vel og þannig að ég fór inn í klippiherbergið einhvern tíma þegar ég var kasólétt og þeim líkaði ekki að ég væri að klifra með eitthvað ljós og bera þunga hluti samstarfsmönnum mínum. Þá fór ég inn í klippiherbergið og hef verið þar síðan og það eru komin rétt tæplega 20 ár síðan. Það sem þú þarft til að vera góður klippari er náttúrulega ýmislegt en það sem skiptir kannski mestu máli er sem sagt tilfinning fyrir söguuppbyggingu og rytma og mikla þolinmæði. Þú þarft að geta fylgt sögun eftir. Það þýðir ekki að gefast upp í miðju hlaupi og þetta er langhlaup. Og en þú þarft líka, það þýðir ekki að vera á egotrippi. Þetta er ekki þín sýn. Þú ert ekki að vinna þína sýn. Þú ert að vinna sýn leikstjóra og þarft að hafa vissan sveigjanleika til að geta aðlagast sýn leikstjórans. Þú getur ekki farið alltaf aðra leið. Þú getur boðið upp á ýmsa möguleika til að ná þeirri sýn fram, en þú breytir ekki sýn leikstjórans. En svo er náttúrulega klippari líka, hann þarf að vera vandvirkur. Þetta er, af því að þetta er mjög margþætt starf og hluti af því er handavinna. Og ég var einhvern tíma að spurða því af hverju svona margar konur væru góðir klipparar og mig grunar að hluti af því er þessi handverkshefð sem við höfum, sem er dálítið mikið í útsaum og annað, þar sem þú verður að einbeita þér að smáatriðunum á meðan þú sérð samt heildarmyndina. Af því að stór hluti af klippivinnunni er handavinna. Það sem þú þarft að fá eitt skot til að, þetta er krossumur sko, eitt skot til að passa við næsta skot og reyna að gera það fallega og þannig að það trufli ekki. Og svo ertu náttúrulega manipulativ, þú verður að vera það, þú ert að spila með tilfinningar áhorfenda. Bara við tökum sem eitt dæmi lengd á nærmynd af leikara til dæmis. Að það skiptir máli hversu löng hún er í því samhengi sem hún er sett inn. Af því að þú vilt halda einhverjari hugsun hjá áhorfandanum. Þannig að ef þessi nærmynd verður of löng, þá gætur hafa tapað áhorfandanum af því að hann er alltaf komin út úr tilfinningahugsuninni sem hann er í. Þannig að þú reynir að halda þessu gangandi líka. Hver er pabbinn? Hluti af því að vera klippari er að þú ert ekki tengdur því starfi sem fer fram á setti. Þú gerir þér enga grein fyrir því að fjöldi manns lagði svita og tár og jafnvel blóð í að ná einhverju skoti og pródúsentinni miður sína því að það kostaði svo rosalega mikið. Þú hefur ekki þessar tengingar. Þannig að það er kosturinn við að vera klippari. Þú aftengist alveg þessum tilfinningum og þannig að vonandi er það þannig að það sem fer í myndina er það sem skiptir máli. Það sem lendir í gólfinu þarf ekki að vera ódýrt eða slæmt eða lélegt. Það bara hentar ekki þeirri sögu sem er verið að segja.
Börgur, þetta er Anna. Hæ Anna. Lilja, systir mín. Ég meina allir taka þátt í því að skrifa handritið. Það er að segja, til dæmis þegar það veittur Óskar fyrir besta handrit, þá er ekki einhver dómnefnd sem satt og las handritið, þeir horfðu á myndina. Og þetta er hluti sem skiptir máli, þeir eru ekki að lesa handritið, þeir horfðu á myndina. Og það má í rauninni segja að kvikmynd er loka draft af handritinu. Og þá er náttúrulega fjöldi manns búnir að koma að þeirri handritsgerð. Og ég vona svo innilega að ég hafi eitthvað með það að gera, en eins og ég segi, þetta er hópverkefni, ekki einstaklings. Ódýrasti drátturinn í bænum! Ég hef verið mjög heppin og fengið að vinna mjög fjölbreytt verkefni og ég er mjög þakklátt fyrir það að hafa, ég til dæmis eyddi einhverju ári fyrir löngu síðan í að klippa fréttir sem hefur verið minn besti skóli. Það sem þú þarft að segja sögu á mjög stuttum tíma og vinna hana mjög hratt. Og það var rosalega góður skóli fyrir mig sem klippari. Ég hef unnið mikið heimildarmyndir sem eru dálítið öðruvísi að vinna af því að þar ertu dálítið að fylgja efninu á meðan í kvikmynd ertu kannski frekar að móta efnið inn í þá sögu sem þú ert með fyrir. Að í heimildarmynd þá ertu meira, þú hefur meira frelsið, þú ert meira að elta efnið sem er fyrir. Og svo teiknimynd. Ég er búin að klippa teiknimynd nú, það var mjög sérstakt og mikil upplifun. Það sem allt gerist aftur á bak. Nýjasta verkefni Elísabetar er endurgerðin af Reykjavík Rotterdam, bíómyndin Kontraband í leikstjórn Baltasars Kormáks sem framleidd er af Universal í Bandaríkjunum. Ég hafði alltaf vitað og við höfum rætt að þetta gæti komið upp að Kontraband, endurgerðin á Reykjavík Rotterdam, færi í gegn. Og ég náttúrulega gat ekki hafnað tilboðum að klippa Kontraband, það var of spennandi. ¿Está bueno? No, it's not bueno.